Komiði sæl og blessuð kæri vinir. Mikið dásamlegt að vera með ykkur aftur og við vonum svo sannarlega að sumarið sé að fara vel með ykkur og, og það fari nú að svona, hvað segir maður, sumarið fari að sýna sig meira. Því að ég einhvern veginn vona og held að það verði, að það fá betri sumar. En í þessum þætti þá ætlar Jón Ragnar okkar að miðla Einari á Einarstöðum. Og Einar er einn þekktasti læknamiðill okkar Íslendinga. Hann var alla tíð bóndi en sinnti samhliða búskapnum sínu mikilvæga lækningastarfi. Hann var alla tíð meðvitaður að hans hlutverk var fyrst og fremst þjónusta við mannkynið. Það sem einkenndi Einar var einstök góðmennska og hlý nærvera. Og eins og segir í bókinni sem var skrifuð hann, sem heitir Miðilshendur Einars á Einarstöðum, að þá kemur fram Einar á Einarstöðum var umsetinn fólki sem til hans leitaði lækninga og heimili hans stóð öllum opið. Með ótrúlegri líkamlegri og andlegri orku tókst honum að vinna fleiri eða færri kærleiksverk á degi hverjum í 3 áratugi. Og bara geri aðri betur eins og maður segir. En hann sinnti þessu af alúð, það er alveg ljóst og öllum ljóst. Vertu velkomin til okkar. Kærar þakkir og ég verð nú að valda ykkur vonbrigðum með að mæta ekki sem kallinn, bóndakallinn sem að var uppi á sínum tíma. Já. En ef ég uppfylli allar eitthvað væntingar þá læri það aldrei neitt. Nú er ég komin til að fræða og upplýsa og þá sé ég ekki ástæðu til að breyta röddina hans Jóns í röddina sem að ég hafði. En það var ekkert sérstök, Jón hefur miklu flottari rödd. Og ef ég myndi vera nákvæmlega eins og ég var og þeir myndu sjá mig í Jóni, að þá myndi ekki meðtaka neina fræðslu frá mér. Þá myndi elsku Jón þurfa að hafa aftur fyrir því að kæfa egóið sitt vegna þess að það myndi nú aldeilis vakna í honum kallinum. Vegna þess að þá myndi þið öll hugsa hvað Jón er rosalegur snillingur að geta miðlað Einari frá Einarstöðum svona snilldarlega, bara eins og hann var í sínu síðasta lífi. Og síminn myndi ekki stoppa hjá honum og hann fengi fullt af póstum og athygli myndi öll vera á honum, en það myndi allir steingleyma því sem að ég ætla að segja. Þess vegna kem ég bara svona núna, svo mun ég örugglega einhvern tímann koma eins og bóndinn sem ég var, það er ekki útilokað. Við skulum segja að ég elska fjölbreytnina vegna þess að það er hún sem að gefur lífinu gildi og ég held að eftir að huga að því að það er fjölbreytni sem að þroskar ykkur ekki einsleitni. Þið komið hingað til jarðar einmitt til að upplifa fjölbreytnina og svo þegar þið fáið að upplifa fjölbreytnina þá viljið þið forðast hana, þá viljið þið hafa allt einsleitt. En þið komist ekkert upp með það, elskurnar. Þið verðið að meðtaka fjölbreytnina hvort sem ykkur líka betur eða verð. Og þetta er ekki ákveðin mér, þetta er bara sannleikurinn. Já, mér líst bara vel á þetta plan hjá þér í dag. Já, mér líka. Já, ertu tilbúin í spurningar frá áhorfendum? Já, ég vil nú fyrst Já, aðeins fá að segja eitt. já, endilega, bara allt saman. Það er sagt að Einar á Einarstöðum, þar segi ég, gerir mannamun. Er það sagt? Já, að ég sé nú ekki alveg kannski með hverjum sem er, sko. Eða það er svona gefið í stíl. Já, þú ert meina svona samstarf milli jarðarinnar og andaheimsins. Akkúrat. Ég datt bara aðeins út. Akkúrat, sko. Já, ok. Sko, ykkur finnst voðaleg upphefð ef þið finnið fyrir mér, þú veist. En Jón er svo skrítinn að það tók hann
áratugi að finna fyrir mér og þú varst nú sjálf vitni að því þegar hann loksins uppgötvaði mig. Ég þurfti næstum því að birtast sem bóndinn úr fyrri jarðvist, öskra á hann, slá í öxlina á honum, hrista hann og segja: Jón, þekkirðu mig ekki? Þú manst eftir þessu. Og þegar ég óskaði eftir að koma í þáttinn og gaf ykkur val hvort ykkar myndi miðla mér, það var rétt þegar að biðja Jón að gera það. Sko, það ekki upphefð fyrir neinn að ég skuli fylgja honum. Það ekki upphefð fyrir neinn að ég skuli vera í heilunarteymi einhvers. Af hverju segið ekki sem svo að það sé upphefð fyrir mig að vera með ykkur? Það auðvitað ekki upphefð fyrir mig. Þetta bara sjálfsagt og eðlilegt. Sko, þið þurfið aðeins að skoða þessa hugsun hjá ykkur að setja mig á stall af því að jú, ég var mjög góður læknamiðill, heilari í minni síðustu jarðvist, en þið horfið bara á mína síðustu jarðvist eðlilega, þið þekkið ekkert annað. Ástæðan fyrir því að ég var þetta mikla góðmenni með þessa miklu ást, þennan mikla kærleik, umvefjandi og lagði mig fram að hjálpa öllum, haldið að það hafi komið að sjálfu sér? Nei. Til þess að koma það á þann stað að þá þurfti ég að vera illmenni, ég þurfti að gera slæma hluti og við þrjú hérna, ég, þú og Jón, við tengjumst úr ótal lífum, höfum nána tengingu. Jón var bara svona sauður að hann fattaði það ekki strax. Það tók 60 ár næstu því að fatta það. Haldið þið virkilega að okkar jarðvistir saman hafi alltaf einkennst af ást, visku og blíðu? Nei, það hefur ýmislegt gengið á hjá okkur. Það enginn betri en annar, það enginn verri en annar. Sá sem að birtist góður í þessari jarðvist, það vegna þess að hann hefur upplifað jarðvisti sem hann hefur, það sem þið kallið vondur. Vegna þess að á jörðinu verðið þið öll að læra með reynslu. Þannig að ef þið horfið bara á mína síðustu jarðvist, bóndan, lækningamiðilinn, þá þið ekki að horfa á rétta mynd. Þið þurfið að hugsa heildarmyndina, sjá hlutina í víðu samhengi. Hvernig á fólk að gera það? Fara úr þröngsýninni og fá þessa víðari sýn? Hvað leggur þú til? Fyrst og fremst með því að hlusta á fræðsluna sem að kemur til ykkar. Nú ég ekki sá fyrsti sem að segja þetta, að þið komið hingað til jarðar til þess að læra af reynslu. Horfið á sögu mannkyns á jörðinni. Sjáið þið hvað þið hafið þroskast á þessum tíma. Sjáið þið grimmdina sem að ríkti fyrir hundruðum ára. Sjáið þið miskunnarleysið. Það þótti ekkert athugavert við það að drepa fólk. Sá sem að var sterkari, hann mátti drepa þann veikari til þess að fá allan hans eigur, allt sem hann gyntist. Vitið, þetta þótti sjálfsagt og eðlilegt, það þótti engum neitt athugavert við þetta. Þá voruð þið á ákveðnu þroskastígi. Núna þið komin miklu lengra í þroska og þið eigið eftir að komast lengra og nú ég að taka mannkynið, svo ég að taka einstakling, mig sem dæmi, sem að allir þekkja sem þennan stórkostlega læknamiðil, þessa góðu og fallegu sál sem að var tilbúin til að hjálpa öllum, lagði mig fram að hjálpa öllum. Ég gat ekki komist á þann stað nema að upplifa alla flóruna, upplifa það að vera í miklu myrkri, miklum aðskilnaði, sýna mikla grimmd og þegar við sýnum mikla grimmd í einu lífi, þá komumst við að því, annarkvort seinni hluta þess lífs eða þegar við komum yfir, að þessi hegðun gaf okkur ekki góða líðan. Við verðum ekki ánægð með þetta líf af því að við vitum að við vorum að gera rangt. Þó að þessi sagt að það sé ekkert rétt eða rangt, að þá getum við samt fullyrt að það getur aldrei verið rétt að skaða aðra mannesku vegna þess að þá erum við leið að skaða okkur sjálf.
Þannig að til þess að læra að vera góðar manneskjur, þá verðum við að upplifa það að vera vondar manneskjur. Þetta er óbifanlegur sannleikur sem er alltaf í gildi á jarðarsviðinu. Já, ég ætla að demba mér spurningarnar. Já, endilega, ég hef bara gaman af Já, spurningum. það er nú ýmsar hérna komnar til okkar. Já, já. Það er spurt hérna, man Einar eftir einstaka málum í sínu starfi sem læknamiðill, eru einhver þeirra honum mest minnistæð og ef svo, hvers vegna? Já, ég man eftir öllum hverju einu og einasta og það er ekkert mikilvægara heldur en annað. Það er þessi stigskipting sem að þið hafið búið til. Hún er nauðsynleg þegar þið eruð að þroskast til að sjá andstæður og skapa viðmið og annað svoleiðis. Það eru bara lærdómstól, en hvert einasta læknisverk sem að framkvæmt var í gegnum mig skipti máli, jafnmiklu máli. Það er ekkert sem að mér finnst betra, meira gefandi en annað, vegna þess að þegar þið komist á meistarastigið sem að ég er komin á, þá finnið þið fegurðin í öllu. Það er allt jafn fallegt. Þið eru öll jafn falleg. Það er engin fallegur í mínum augum. Það er engin ljótur í mínum augum. Það er eins og ég sagði áðan meðan þið eru að þroskast og það er eðlilegt að þá sjáið þið andstæðurnar, þá sjáið þið eitthvað ákveðið að eitthvað sé ljótt til þess að þið getið upplifað fegurðina. En þegar þið komist í uppljómunina, þá er allt ein fegurð, ekkert nema endalaus fegurð. Þannig að hvert einasta handtak sem ég gerði á jörðinni, þið talið læknisverk varðandi fólk. Það skipti mig ekki minna máli, dýrin mín. Ég tengdist þeim alveg að mikið og fólkinu. Þannig að ég læknaði oft dýrin mín líka, af því ég elskaði þau eins mikið og fólkið. Takk fyrir þetta. Góðan daginn. Ég er með spurningu til Einars, er hægt að lækna líkama minn? Svarið við þessari spurningu er að sjálfsögðu játandi, af því að það eru allir líkamar eins í grunninn. Það er hægt að lækna alla líkama, en svo er það spurning, hvað vill sálin æðra sjálfið? Það er það sem að þú þarft að hugsa og þú þarft líka að hugsa viltu læknast? Þetta er spurning sem að ég set til þín. Viltu læknast? Viltu heilast? Ef þú finnur jáið innra með þér og finnur að þú vilt vera heil, og þegar ég segi vilt, að þá skiptir það máli að vilja það í líkama, sál og anda, samþykkja heilunina. Það er hægt að lækna allt, já. Og þið getið læknað ykkur sjálf, já. Með því að elska, með því að finna eininguna, með því að elska alla ykkar parta, hvort sem eru jákvæðir eða neikvæðir, samkvæmt ykkar skilningi. Ef þið elskið sjúkdómana og lærið af þeim, ef þið íhugið af hverju komið þér til mín, hvað á ég að læra af þessu? Þarf ég að hugsa heilbrigðari lífstíl, hreyfa mig meira? Þarf ég að elska meira? Hvernig haga ég mér gagnvart mér, öðrum? Þetta virkar flókið, en þegar þið íhugið þetta, lærið að elska,
að þá elskiði alla sjúkdóma og allar veilur í burtu. Af því að ástin heilar allt. Takk fyrir. Þá er næsta spurning. Mér langaði að athuga hvort það væri möguleiki að biðja um hjálp fyrir sjónina á hægra auga hjá mér. Það er svo erfitt að finna að sjónin er að dala. Bestu þakkir. Það er sambærilegt svar við þessari spurningu. Það ert þú sem að finnur lausnina innra með þér. Af hverju ertu farin að sjá illa með hægra auganu? Ertu að halda í það að þú eigir að sjá illa með hægra auganu út af hækkandi aldri eða eitthvað svoleiðis? Það er nefnilega oft þannig að þið viljið fá utanaðkomandi hjálp sem er eðlileg og sjálfsögð í mörgum tilfellum. En í þessu tilfelli er nauðsynlegt fyrir þig að íhuga hvað er og hversu miklu máli skiptir fyrir þig að fá betri sjón á hægra auga og jafnvel að íhuga þann möguleika að elska sjóndepurina, finna hvort hún er að kenna þér eitthvað og íhuga. Þið gerir nefnilega og lítið að því að íhuga. Þið gerir þú mikið að því að hugsa. Það er að sitja og rannsaka sjálfan sig, svörin, búa öll innra með ykkur vegna þess að spurningarnar sem að koma til ykkar, eða leyfið þeim að sitja nú lengi innra með ykkur og látið þær vaxa, þá kemur svarið í ljós alltaf á endanum. Takk fyrir. Næsta spurning. Ég ætla að leyfa mér að spyrjast fyrir um Hilmar Guðmundsson miðil í Þorlákshöfn sem er látinn. Er hann að vinna fyrir handan? Við erum mörg hver sem spyrjum okkur hvar Hilmar sé staddur í tilverunni. Hilmar er mikilvægur og dýrmætur samstarfsmaður í helgistjórn jarðar og hann heyrir þetta og biður að heilsa þér. Kærlega. Hann þakkar þér fyrir að hugsa til sín og þú munt finna fyrir honum ef þú opnar fyrir það. Hann er hjá þér og hann elskar þig. Hæ, ég er hér með spurningar til Einars og Einarstöðum. Fáum við mannfólki sjúkdóma sem við höfum ekki skrifað í lífsplanið okkar? Og ef svo er, hverjar telur þú vera orsakir þess? Hvað hefur til dæmis mataræði mikið að segja fyrir góða heilsu eða hugarfarið? Takk, takk. Þetta er góð spurning. Þið hafið frjálsan vilja hérna á jörðinni og það þýðir að þið getið skapað ykkur sjúkdóma með röngu líferni, óheilsusamlegu líferni, en það með það eins og svo margt annað að það er mikilvægt að leita að orsökinni, rótinni. Af hverju borðið þið óhollt? Af hverju leyfið ykkur nautnir sem að þið vitið að þeir ekki hollar?
Ástæðan er alltaf skortur. Þið eruð að fylla upp í skort með því að borða of mikið. Það veitir ykkur stundarfróun að borða mikið af því sem við getum sagt óhollum mat og þið eruð í stöðugum kúrum. Þið eruð stöðugt að segja við ykkur: nú verð ég að hætta að borða svona mikið sælgæti, ég verð að hætta að borða svona mikið af óhollustu, hverju sem er, ekkert gengur. Það er vegna þess að þið leitið ekki að rótinni. Rótin er alltaf sú að þið eruð ekki fullkomlega ánægð með ykkur sjálf. Þetta getur verið úr þessari jarðvist, þetta getur verið úr fyrri lífum, ástæður geta verið óteljandi. Þess vegna er mikilvægt að hver og einn skoði sjálfan sig með heiðarlegum hætti. Elska ég mig mikið? Svarið er neitandi ef að þú ert að borða of mikið af óhollum mat. Þá ert að leita að fyllingu vegna þess að góður matur sem er óhollur, bragðgóður, hann gefur ákveðna vellíðan eins og þið þekkið öll. Og þessi vellíðan hverfur svo með, og það kemur í staðinn vanlíðan. Ég þarf ekki að fara mörgum orðum þetta, þið þekkið þetta öll. Rótin er alltaf svo að þið elskið ykkur ekki nógu mikið. Það er eitthvað sem að þið eruð ekki sátt við og eins og ég sagði, ástæður geta verið óteljandi. Þess vegna er mikilvægt að hver og einn spyrji sig. Þannig að það er ekki alltaf þannig að þeir sjúkdómar sem að þið fáið séu endilega skrifaðir í lífsplanið vegna þess að þið getið farið alls konar krókaleiðir. Það eina sem að er hægt að segja að sé skrifaði í lífsplanið að það er sá tími sem að þið ætlið að nota í þessa jarðvist. Þið ætlið jafnvel að lifa, segjum 90 ár, 80 ár, 100 ár, allt þar á milli. Þá lifið þið þann tíma. En með því að hugsa ekki vel líkamann að þá lifið þið megnið af tímanum í verri líðan heldur en þið gætuð valið. Þannig að já, þið getið fengið sjúkdóma sem er ekki skrifaðir í lífsplanið. Ok, þá ætla ég að bæta við hérna. Sko, hver er ástæðan fyrir þegar við setjum ákveðna sjúkdóma í lífsplanið? Hver er þá ástæða þess að við veljum það? Þær geta verið margs konar. Það er ekki til neitt einfalt, einhlítt svar við því. Hérna á jörðinni ástæðan getur verið að þið getur verið að kenna öðrum í kringum ykkur. Ykkur finnst sárt að heyra að það er oft barn sem að kemur inn í fjölskyldu verður mjög veikt, fer snemma. Það er þá jafnvel að þroska foreldrana sína ættingja og ástæða geta líka verið að viðkomandi vill upplifa, og við höfum öll upplifað erfið líf, sársaukafull, þar sem að við erum með sjúkdóma, alls konar fallanir og oftast er það til þess að kenna öðrum. Við getum sagt samúð, skilning og víðsýni. Það er svona algengustu ástæðurnar.
fyrir því að við veljum sjúkdóma. Það er nefnilega, ef við horfum á jarðarsviðið, jarðlífið, að þá virkar þetta alls saman óbóðslega dramatískt, sársaukafullt og þið er erfitt með að skilja að einhver skuli velja sér svona líf. Það er eðlilegt, en þegar þið komist á hærra vitundastig að þá skiljiði tilganginn. Sá sem að velur sér sársaukafullt líf, banvænan sjúkdóm, mikla fötlun, hann er oftast að kenna öðrum og víkka sjóndeildarhringinn og hjálpa ykkur að vekja upp ástina innra með ykkur og samkennd, samúð, og þetta eru auðvitað svona ákveðnar leiðir til að vekja hana upp. Já. En hvað viltu segja við okkur, sko, að því við erum eflaust mörg hver að velta fyrir okkur, sko, þessi svona, það heyrir svona í dag, svona manna í millum, sko, að fara í góða heilun eða góðan miðilstíma, að það geti verið og hefur svona virkað fyrir fólk á við 5-10 sálfræðitíma hjá sálfræðingum. Já. Sko, geturðu farið eins inn í þetta með okkur, af hverju við erum mörg hver náttúrulega opnast fyrir það, við erum áhugasöm að fara í heilun eða miðlun, en margir eru svona með fyrirstöðu, þú veist, eru kannski áhugasamir þetta en vilja ekki fara. Já, það er ótti við eitthvað óþekkt, en mér langar aðeins til að fara í þetta sem þú talar fara í miðlun, fara í heilun. Já. Það er nefnilega mjög þroskandi vegna þess að miðillinn miðlar frá öðrum víddum, öðrum tíðnum og frá því sem að þið kallið sumarlandið. Þannig að þá er það að tengjast fleiri hlutum af ykkur, fleiri bræðrum ykkar og systrum, og auka víðsýnina og fá raunverulega, sem við getum talað svona nýja orku inn í ykkur. En það er alveg rétt sem þú segir að margir hafa fyrirvara á hinu og þessu. Margir sem eru andlegir tala til dæmis gegn því að fara í fyrirlífsheilun og hinu og þessu. Þetta er allt saman ótti vegna þess að þið eigið svo erfitt með að treysta. Það er þannig að þegar þið farið í, segjum, fyrirlífsheilun, að þá er það mjög gott fyrir ykkur að sjá hvað gerðist í fyrri lífum, og það myndi ég segja bara nauðsynlegt fyrir alla. Það gerist ekki hræðilegt vegna þess að þið eruð öll umkringd af leiðbeinendum og alls konar verndarenglum sem að passa ykkur. Og ef þið fáið mikið sjokk, að þá er það vegna þess að þið þurfið á því að halda. Ekki vanmeta sjokkið, ekki vanmeta óttan og ekki forðast sársaukann, vegna þess að þegar við erum á jörðinni að þá þurfum við oft svolítið hressilegt spark. Það er bara þannig. Þannig að þið fáið alltaf það sem þið þurfið að fá þegar þið leitið til miðla. Þannig myndirðu segja að svona miðilstími, það sem er verið að flæða skilaboð, það væri svona, þetta er tími upprifunar. Það er verið að rifja upp lífsplanið, hvar við settum í það, samningana við fólki sem við erum að ferðast með. Þannig að maður gæti rauninni sett svona, skýrt þetta líka upprifun. Já. Þið eru raunverulega öll í upprifjun. Núna
því talið að jörðin sé að hækka í tíðni og allt þetta, sko, sem svo sem ekki alveg vitlaust, en þið gleymið að horfa á að núna eru þið búin öll að ferðast svo rosalega marga hringi á jörðinni. Þið eru búin að upplifa svo ofboðslega margt, þannig að þið eru búin, má segja, öll sem eru á jörðinni núna, þið eru búin að læra þetta allt saman og þið eru svona í upprifjun, þannig að það svona, þess vegna svona mildara ástand yfir jörðinni heldur en var fyrir 100 árum, 200 árum og svo framvegis. Þannig já, þið eru öll í upprifjun. Og það eitt sem ég langar til að segja, sko, án þess að gera lítið úr sálfræðingu, vegna þess að sálfræðingur og geðlæknar eru sannarlega að vinna gott starf og þeir eru hjálplegir. Ég alls ekki og ég hvet alla til að leita til sálfræðing sem að finna þörf hjá sér til það. Þetta nefnilega, sko, þið verður alltaf að finna sjálf hvað þið viljið. En með því að fara til miðils eða heilara, sko, sálfræðingurinn, hann fagmaður sem að notast við sína þekkingu og vissulega eru margir hverjir og við getum alveg sagt meiri hlutinn, samúðarfullir einstaklingar sem að vilja hjálpa og gera það. En þegar þið farið til miðils og heilara, að þá eru það að fá í gegn verur, látna ættingja og ykkar verndara og ykkar leiðbeinendur, og þetta allt saman, við getum sagt, einstaklingar sem að elska ykkur miklu meira heldur en þið getið skilið núna á þessu vitundastigi. Þau elska ykkur skilyrðislaust, þannig að það haldið miklu betur utan ykkur og þið finnið miklu sterkar fyrir því að þið eru sannarlega elskuð og finna tilfinninguna, af því að nú veit ég að sumir í þessum andlegu málum eru með ákveðna stigskiptingu og þykir kannski ekki par fínt að vera svona gamaldags spiritisti sem að miðlar látnum afa, ömmu og svo framvegis. En fyrir marga, mjög marga, svo dýrmætt að koma til miðils og finna aftur fyrir afa, ömmu sem að elska svona mikið. Finna tenginguna aftur. Það skiptir allt máli, þannig að svona, svo ég botni þetta, að fylgið í hjartanu. Ef ykkur langar til að fara til sálfræðings og finnið að það mun gera ykkur gott, þá gerið þið það. Ef ykkur langar til að fara til miðils, þetta allt saman val sem að þið byggið á ykkar hjörtum. Ekki bara best að prófa bæði og sjá hvernig það virkar? Klárlega. Miðill geti virkað betur fyrir suma, sálfræðingur fyrir suma, blanda báðu fyrir suma. Og það líka bara eins og maður verður var við að stundum að fæ svona einhverja hugmynd allt inn upp í hausun og þá það innsæið ofta að tala, hlusta á það. Og það kemur bara til sálfræðings, bara gera það. Já. Og líka mjög gott sem þú bendir á, að þetta allt saman gott. Sko, þið þurfið svolítið að endurskoða þessa hugsun hjá ykkur að sálfræðingar, nei, geðlæknar, nei, miðlar, nei, fyrirlífsheilarar, nei. Þetta allt saman aðferðir sem virka. Það bara fyrir eftir því hvernig þið eru stemd. Stundum eru þið ekki stemd fyrir hjálp frá sálfræðing, stundum ekki stemd fyrir hjálp frá miðlum. Það ykkar ástand, en það ekki ástæðulausu að
þessi flóra heilara er hérna á jörðinni, sálfræðingar eru heilarar, þið eruð öll heilarar, raunverulega, hvert eitt og einast ykkar. Það er enginn, látið ykkur ekki detta til hugar að þið getið sloppið við að vera heilarar. Má ekki reyna það? Það er ekki hægt. Ekki nema þú ætlir bara að sitja heima hjá þér í kolsvarta myrkri og gera ekki handtak. Já. Þú ert að heila þegar þú ert að elda mat. Þá ert að gleðja þá sem að borða matinn. Já. Þá er heilun í gangi. Já. Það er heilun þegar þú býður góðan daginn með brosi. Þá ert að vekja upp gleði hjá þeim sem þú hittir. Þið eruð öll heilarar. Þið bara hafið búið til svona fáralega stigskiptingu að eina og eina stöðum er svo mikill heilari vegna þess að á ég að segja ykkur af hverju ég var svona rosalega mikill læknamiðill í síðasta lífi. Já. Já. Það var vegna þess að ég var að leggja lokahöndina á egóið. Ég var búinn að vinna í því lengi að verða uppstiginn meistari eða aðra sjálfið mitt. Og þá þurfti ég að taka eitt svona líf. Og ég get sagt ykkur núna, ég var náttúrulega ekkert að básúna þetta þegar ég var hérna á jörðinni, enda hefðu nú örugglega flestir talið mig miklu klikkari heldur en ég var talinn. Ég var nefnilega talinn það voru margir sem að töldu mig handbendi Satans af því að ég var að heila, já. En ef ég hefði nú sagt ykkur að ég hefði getað gengið á vatni, ef ég hefði getað sagt ykkur að ég geti breytt vatni í vín, ég gat það. En ég sagði ekki nokkrum manni frá því, vegna þess, ef ég hefði farið að breyta vatni í vín, að þá náttúrulega hefði ég fengið miklu fleiri til mín, ekki bara fólk sem þurfti á heilun að halda. Þá hefði farið að vekja mig helgar. Herðu, mér vantar vín núna, ertu til í að ég kem með vatnsflöskur handa, ertu til í að græja þetta fyrir mig? Ég hefði ekki getað sofið en einustu mínútu, en svona, svo ég tali í alvöru. Ég þurfti ekki að vekja athygli á þessu vegna þess að allir þeir sem að hafa mikla eða ofbið fyrir þessa eiginleika og sýna það og bjóða fólki að dást að sér og jafnvel vilja láta dást að sér. Rosalega var reyna klár, reyna gerði bara svona og þá var bara komið bara 75% spýr og ég lítið bara að fá vatn. Þetta er alveg svakalegt með hana mann, þú veist. Auðvitað hefði ég verið hafinn upp til skýjan og bara fullt af útlendum þú veist, útlendingum að koma að biðja mig vín og þetta og ég fara bara að breyta Þingvallavatni í vín og svona. Þú hefur fallið á prófinu. Akkúrat, það er nefnilega málið. Og líka, þegar ég segi þetta, þá eru nú sumir örugglega sem að hlusta, nei, nú er eitthvað fáránlegt á seiði. Ef ég segi ykkur nú sannleikann, ég geti þetta öll, það bara opna fyrir þetta. Það er nefnilega, á jörðinni, þá eru þið svo tengt efninu og þið haldið alltaf að efnið sé sterkar en andi. Þetta er svolítið merkileg ranghugmynd sem þið eruð ekki meðvituð um. Efnið er ekkert annað heldur en afurð andans, allt efni. Stórætti sem við sitjum í, þeir var ekki til öðruvísi heldur en að einhverjum hefði dottið í huga að hanna og þannig að þeir byrjuðu sem andleg sköpun og svo var eitthvað sem kom þeim í efni. Þannig að og þegar ég segi breyta vatni í vín, þeir segja náttúrulega það er ekki séns, það tekur tíma að láta gerjast og þarf gera og allt þetta. Nei, tíminn er ekki til. Ef þið finnið almætti sem innra með ykkur býr, þá skiptir tíminn engu máli. Þetta er allt saman bara svona aðferðir sem að þið hafið fundið upp og jú, virka af því að það tekur bara miklu lengri tíma að búa til vín með margra prósent heldur en gera það bara 1, 2 og 3 eins og Jesú gerði þetta í brúðkaupinu í gamla daga. Þú veist, þið getið þetta öll. Þið búið öll yfir sama mættinum og trúið mér, ég var ekki
með neinum hætti meiri heldur en þið. Eina sem var að ég kom í síðustu jarðvist með allt opið og það gerði ég til þess að reyna á staðfestu mína. Þegar þú segir allt opið, Já, þannig að útskýra aðeins betra fyrir áhorfendur, hvað meinar með því? Þegar komið allt opið. já, Mhm. allt það er að segja. Já, Ég hefði getað læknað alla sem að leituðu til mín sjálfur. Ég hafði þessa lækningar hæfileika sjálfur. mhm, Ég þurfti ekki á læknunum að halda sem að unnu með mér. En af því að auðmýktin á jörðinni, mhm, hún er mesta viskan. Það er að sýna auðmýkt og vilja vinna með öðrum. Sá sem að vill sýna mátt sinn og megin einn já, án samstarfs við aðra, já, hann er að efla egóið sitt. Og egóið er ykkar versti óvinur vegna þess það er sagt að það sé kalt á toppnum. Það er miklu meira en kalt á toppnum. Þannig að þú kemur inn með þitt verkefni þarna Já, og þú hafðir möguleika, eins og þú segir, að gera þetta bara sjálfur já, og það hefði áunnist heilmikið. fyrir Skilurðu? mig, egóið mitt, já. Já, líka bara, þú hefði komið eins og til leiðar og lækningalega séð. Já, 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 Og svo hafðir valið að vera í samstarfi við teymin, sérst hinum einn, já, all heilunum teymin og allt þetta. já, Þannig að þú valdir rétt. já, ég gerði það. Þannig að þú settir þetta svona fyrir fram að þig, Já, ákveð próf, já, eins og við vorum að tala um áðan, prófið. já, Og þú stóðst prófið. já, Þess vegna ákvaðst að vera með hennar möguleika að geta gert þetta líka svolítið bara upp á einn spýtur, sem maður segir, til að reyna á þetta, já, til að standast prófið, Já. eða ekki? jú. Já. Mhm. Og ég get alveg upplýst það núna að þetta voru á dansi freistandi að vera með Já, eitthvað svona sjóf að svona já, sýndarmennsku, en það er nefnilega sko, þið talið mikið um aðskilnaðinn og eininguna já. sem að er aldrei og mikil áhersla lögð á. Mhm. Ég sagði, ég hafði þetta opið Já, og það þýðir að þið eru öll með þessa eiginleika, þið hafið þá bara lokaða. mhm, Þið eru ekki ennþá tilbúin til að opna og það eru margar ástæður fyrir því, en ég var með þetta alls saman opið, Mhm. ég var með almættið opið, en ég ákvað bóndastarfið af því að það er svo óvandarleg fegur í því að vera bóndi. mhm. Finna orkuna frá dýrunum og allt þetta. Nú spyrja margir, borðaði Einar ekki dýrin sín? Jú, og mikið ofboðslega voru þeir góð á bragðið. Elsku dýrin mín. Ég gerði það með þeirra samþykki. Mhm. Af því að þau vissu að ég elskaði þau og þá glöddust þau yfir að fá að næra mig og dýrin er á hærri tíðni en við. Þau vita það að lífið er eilíft. Þannig að fallegu dýrin sem ég borðaði, þau héldu áfram að lifa Mhm. í mér og öllu sem er. En þú varst að nefna áðan, mér langar að aðeins að fara dýpra inn í þetta. Þú varst að tala um, sko, þú varst með allt opið og við erum öll með þetta sama. Við erum Já. bara ekki með þetta opið akkurat núna, Já, þessar jarðvist eða hvað það er. En mér finnst líka svona, það er ákveðin svona ranghugmynd í gangi sem ég verið óbúslega vör við Já. í mínu starfi. Já. Ég tala við svo margt fólk sem er í svona pælingum með, þú veist, allt þetta andlega. Að fólk er alltaf að biðja eftir kallinu. Þegar það áttar sig ekki á því að það er við sem stýrum alltaf sjálf, já, já. með okkar frjálsa vilja, við þurfum að gefa grænt ljós hvenær við opnum. Að Það sjálfsögðu. er þessi ranghugmynd sem að, já, mér langar svo mikið að við förum að rétta úr.
það býður bara kannski áratugi. Ég hef orðið bara vitni að þessu bara í beinni, sko. Já, sko, Já, tíminn er ekki til, hann er já, lærdómstæki. já, Rétti tíminn er núna. já, Ef þið viljið opna fyrir já, allt, gerið það núna. Og og við núna, þurfum að gera það sjálf. Það er enginn sem kemur akkúrat, já, þið þurfið að gera það sjálf. já, Og nú hugsiði með ykkur sem að heyri þetta, nei, ég get ekki gert það. já, Það er alveg rétt. Þú getur ekki gert það einn, nei, nei. nei, En ef þið hugsið í víðara samhengi, biðjiði mig, biðjiði alla englana, leiðbeinendur, það sem þið kallið kosmískar verur, þetta er allt á sama blettinum. Biðjið hjálp vegna þess að, sko, ef þið ætlið að gera eitthvað einn, þá getið þið ekkert. En saman getum við allt. Það er að efla þennan samruna, þú veist, leita til annarra, biðja og sýna auðmýkt. Ég get ekki. Það er nefnilega þannig að þegar þið byrjið að biðja hjálp, þetta hef ég nú líka mikla reynslu af, og ég eða einhver annar kem og byrja að leiðbeina og koma með svona heilræði, vekja upp einhverju hugsun, þá vitið þið svo oft betur. Og hvað gerir ég ef að ég fer að segja einhvern sem að leita til mín, hvað á ég nú að gera? Og þá segi ég, já, þú átt að gera þetta, þú átt að gera þetta. Og þá, ekki þetta, þetta er eitthvað vitleysa, þú veist. já, Og hvað á ég þá að gera? já, akkurat. Þá náttúrulega bakka ég og allir ykkar leiðbeinendur vegna þess að það er ekki okkar hlutverk að tala ykkur til, hafa áhrif á ykkur. Það eru þið sem að þurfið að þiggja, það eru þið sem að þurfið að hlusta. Ég er ekkert að banka dyrnar, eins og ég var ekkert að banka í 60 ár og dyrnar hjá Jóni og vekjana því að Ég er ánað að eittir ekki tíma í það hefði ekkert virkað heldur. Nei, hann er svolítið þrjóskuður. Já, hann er að skána. Hann er allur að koma til. Já. En sko, hann var einmitt eins og svo margir. Já. Sko, hann heyrði þig tala að þú tengdist mér og fleiri sem að voru að tala að tengjast mér. Já. Og þá hugsaði hann alltaf, já, ég er rosalega, hún er heppin að tengja einar og eina stöð. Ég tengist ekki einu og eina stöð. Og þá var ég bara, þú veist, Jón, þú veist, hvað með þessa jarðvist, við vorum að gera þetta, fannst ekki, ég var svona píslaður, hann heyrði þetta og hann alltaf með, þetta er ykkur vitleysisröld, þú veist. Já. Svo bara allt í hennu gerist það, þegar að þið voru að tala saman og við ákvaðum þennan þá bara fattaði hann, heyrðu, ég þekki einu og eina stöð. Já, þá opnaði hann. Já. Eftir allan tíma. Loksins, allan tíma. Já. Sko, bara umfram allt, það er eitt sem ég ætla að biðja ykkur um. Já. Ef þið heyrið einhvern segja að sko, að það sé eitthvað sérstakt að vera heilari og tengjast mér, það er ekkert sérstakt. Sko, allir sem að eru heilarar eru eining, ein ákveðin heild. Já. Það er engin heilari sem að sleppur við mig. Þið getið ekki að dosna við mig. Ég er hjá ykkur öllum, allir sem eru heilarar. En hvernig, mér langar svona þá að þú svona segir þitt svona viðhorf skoðanir til þegar svona fólk er í andlegri vinnu, það er að miðla heila svona, þú veist, opinberlega. Sko með framsetningu á vinnunni. Þú veist, eigum við þá ekki að segja einmitt í svona auglýsingu eða hvað það er, eins og við bara, það sem við erum að gera, ég og Jón, eigum við þá ekki að segja, þú veist, hver er þín skoðun á, svo hvernig, þú veist, eigum við ekki að segja eina stöðu meir í okkar heilunarteymi, svo náttúrulega hefur við nefnt ýmsar aðra verur og svona, þú veist, hvernig er best að framsetja þetta, hver er þín skoðun? Sannleikann. Ef þið skammist ykkar fyrir að hafa mig í ykkar nefnist, þá bara
Er það í lagi? Nei, án Nei, þú veist, við erum afgríns, bara að segja eins og þetta auðvitað, er. auðvitað. Ég er með ykkur, sko, Og þannig, ef fólk væri að gera það, þá myndi maður sjá víðar, þú veist, Einar er í mínu heilundteymi eða þessi eða hinn. já, Þú veist, ef fólk væri að segja sannleikann, ekki halda inni. já, að sjálfsögðu, Þannig við viljum fara að sjá meira, fólk tala þú veist, þessi að því auðvitað sko, við getum farið, þetta er þjónusta. já, Og auðvitað þarf einhvern veginn að bera fram ákveðna þjónustu, ekki segja bara, ég heitir Hrafnkell og ég er miðill, punktur. nei, Ég verð að segja eitthvað meira, eða ekki? akkurat, jú, Já, og þetta er sannleikurinn. já, Ég er í ykkar heilunarteymi já, og bara loksins Já. fattaði Jón það vegna þess að hann er búinn að vera að senda heilanir og fólk er búið að vera rósun og fyrir og svoleiðis já. og ég er búinn að vera að vinna með hann á fullu, þú veist, Mhm. og hann hefur bara ekki tekið eftir mér, þú veist, ef ég hef eitthvað komið með eitthvað smá vísbendingar svona, sýnt honum mig svona í svipinn, þá bara nei, þetta er eitthvað misskilningur, nei, þetta er eitthvað misskilningur. Það er nefnilega, þú þekkir heilaklútið hans og það er mjög skrítið, mjög skrítið, ofugsar alveg bara, þú veist, ef það kemur ofugsin í orðabókinni, þá er það Jón Ragnar Ríkharðsson ofugsandi. Já. Og mynd. Já, og mynd á honum. Og, þú veist, Þetta er nú alltaf að koma til hjá honum. já, hann er að þroskast, Já, hann er að þroskast og hérna, og koma til. Allavega, hérna, það var nú rosalega hræddur við að myrða mér en ég gaf honum ekkert eftir, sko. Sem betur fer. Já. Ég sagði honum að hann þyrfti sko ekkert að breytast í pínu lítinn skrítinn bónda. Hann hefur kannski óttast það, sko, að fara bara að smækka og breytast röddir og svona. Hann er með svo fína rödd að hérna, mér finnst bara fínt að nota hana, sko. Já. Já. Akkurat. Er eitthvað svona, nú held ég segjum bara svona búin að stikla á stóru. Við erum búin að svara spurningum frá áhorfendum og ég er búin að bæta inn í og svona. Og er eitthvað svona sem þú vilt segja við okkur í lokin? Nikki á þessu að hættiði að sjá mig í einhverjum dýrðarljóma, þú veist, af því að hérna ég er allra. Það er nefnilega mjög, við getum sagt, kjánalegt og það er ákveðið ego í því, sko, að Einar á Einarstöðum er með mér. En ég er ekki viss um að hann sé með, já. Eins og ég sagði hann, já, ok. Nei, ég er að segja, ef að fólk er að segja það þannig, svona ego. já, þið eruð bara, sko, af því að við erum nú búin að þvæla saman í ótal lífum og við höfum nú ekki alltaf verið til fyrirmyndar, sko. Nei, alls konar tvist og vesen. Sko, allir sem að finna fyrir mér, það er ekkert ástæðulausu, fólk er ekkert að ímynda sig mig. Og umfram allt, þegar ég eftir að finna mesta og sterkasta opnunin sem að bendi til þess að þið séuð að komast á meistarastig í uppljómun er þegar þið þráið að fara í mannþuguna niður í bæ á 17. júní og finna straumana frá hverjum einasta manni, þráið að fara til New York og vera þar í öllum mannfjöldanum og fara til Kína og vera þar innan 100 milljónir manna bara, hæ bróðir, hæ systir, æðislegt að sjá ykkur, bara stórkostlegt. Þá það uppljómast. Þið misskiljið svolítið uppljómunarferlið, þið haldið að þegar þið eruð svona að byrja svona að opna rífu á þriðja auga, sko, að þá kemur ákveðin þörf fyrir einveru og frið. Þið haldið að það sé rosalega mikil opnun, en þá það sem að gerast að það svona örlítil rífa að opnast á þriðja auganu. Já, ok. Það ekki stórkostleg opnun, það nefnilega þetta snýst svona raunsæi, verið ekki að ofmeta sig. Og ef þið eigið erfitt með að höndla fólk sem að þið haldið að sé á lægri tíðni, það ekki merki opnun. Það svona
þá eru þau opaslega næm sko, það gerist fyrir alla þegar þeir eru að svona opna pínu rífu á þriðja augað, að þá höndlið ekki sko, þá höndlið ekki aðra orku heldur en ykkar eigin. Já. Þá höndlið bara fólk sem að hugsa eins og eins, Já. en höndlið ekkert annað. Það svona ákveðin byrjendafasi. Þannig að ég er svona leiðrétta svolítið þennan misskilning sem hefur verið í gangi sko, eins og ég segi, og það verður að loka orðin, að þegar þið þráið heitast að fara til Kína og vera í öllum mannfjöldanum og finna orkuna frá öllum og elskið bara, þú veist, að hitta ykkur sem hefur verið með orku, sem er með orku sem þið hefur bara aldrei fundið áður. Það er alveg, vá, ég verð að drekka þetta vantar mig, sko, og njóta, sjá fegurðarjöfnu, þá er það nálgast upplifun. Takk fyrir í dag. Takk sömuleiðis. Og ég ætla að vona að þið hafið ekki orðið fyrir miklu vonbrigðum að sjá ekki pínu litla bóndaturkinn og heyri ekki röddin í honum en það saknar hennar engin. Jón er með, eins og ég segi, ofboðslega fallega rödd og mikið finnst mér gaman að heyra kallið syngja. Takk. Takk fyrir.